Númer 31 Íruna Björk Ómarsdóttir. Númer 5 Tinna Valgerður Gísladóttir. Númer 6 Arnbjörg Berta Kristjánsdóttir. Númer 7 Elín Ása Bjarnadóttir. Númer 8 Sóldís Ragnarsdóttir. Númer 9 Elisabeth Ósk Ingvarsdóttir. Númer 11 Svava Júlía Gunnarsdóttir. Númer 14 Valgerður Arnalds. Númer 16 Sara Rún Gísladóttir. Númer 18 Eydís Pálmadóttir. 21 Tinna Björk Bergsdóttir. 25 Margrét Castillo. 26 Dagmar Pálsdóttir. Þjálfarar liðsins í kvöld eru Guðmundur Árni Sigfússon og Ragnheiður Ósk Ingvarsdóttir. En þá komið að liði heimamanna. Númer 12 Anna Vala Axelsdóttir. Númer 17 Emilía Dögg Sigmarsdóttir. Númer 3 Lára Ívarsdóttir. Númer 4 Nanna Björk Ívarsdóttir. Númer 7 Ragnheiður Ásbjörnsdóttir. Númer 8 Ester Inga Ögmundsdóttir. Númer 9 Ástrós Birta Birgisdóttir. 10 Auður Brynja Sölvadóttir. 14 Arna Þyrí Ólafsdóttir. 18 Klara Rún Árnadóttir Sjö. 19 Sigurlaug Jónsdóttir. 20 Elín Helga Lárusdóttir. 21 Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir. 30 Hallhildur Jónsdóttir Kvaran. 33 Auður Ómarsdóttir. Þjálfarar Víkings í kvöld Sigfús Páll Sigfússon, Andri Berg Haraldsson og Jóhann Kukumann. Til að tryggja heiðarlega leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróttum í huga viljum við biðja gráðugóðir að styðja ykkur lið með háttvísi í huga og sína jákvæmt hugafar gagnvart öllum þáttakendum sem á öðrum árum. Takk fyrir! Áfram Víkingur! Góða kvöldið, velkomin á leik Víkings og Frammu í Grill 66 deild kvenna. Þetta verður væntanlega hörkuleikur hérna í kvöld. Dómarar leiksins eru Aron Daði Hauksson og Guðbjörn Ólafsson. Þeir hafa ekki dæmt mikið, bara frábært að fá nýja menn í stéttina. Það er ekki vanþörf, það er mikið þörf á því að fá fleiri dómara inn í hreyfinguna. Enda mikið að leikjum í boði fyrir þessa dómara og erfitt að anna þessu öllu. Hörku skot hjá Tinnu Valgerði Gísladóttur og gott skot hérna úr skrefinu í slána. Þetta er svona tiltölulega hefðbundin uppstilling að mestu leyti. Ester Inga hérna hægra megin. Auður Brynja, frábært mark hjá henni. Tekur hérna 3 stór skref, lyfti sér upp, mætti vel á bolta, fór á hárréttum tíma í hreyfingu án boltans. Og hún lagði af stað þegar Arna Þyrí greip hann. Þetta er mikilvægt. Já, fara hérna í Kaíró vinstri, Svala Júlía, númer 11. Virkilega efnilegu línumæður. Það hefur verið að skora, fór nokkuð mikið fyrir þær.
Alltaf verið líka í hópi með aðaliðinu í jólastildinni. Frábær. Þetta heitir vítakast, verði ég nú bara viðurkenna. Þetta er ekkert annað en vítakast. En Aron Daði, eins og segi, er bara nýr dómari í þessu og hann er bara bæta sinn leik eins og þjálfara leikmenn. En frábærlega klárað hérna hjá Elínu Helgu Lárusdóttir í hægra horninu. Hún er virkilega seig í þessum vippum. Hún er hefur notað þetta mikið í vetur. Markmennir virðast ekki alveg sjá við þessu. Já, Framar komin í 2 línur. Já. Anna Vala með vel varðan bolta. Það var svolítið þvingaskoti á Framárunum. Já, boltan yfir. Já. Já, Arna Þyri dregur hérna frá fyrir Ester, býtir smá pláss fyrir hana. Já. Siffi og Andri Berg biðja stelpunar aðeins að róa leikinn og stilla upp. Já, virkilega. Já, Auðubrynni óheppinn. Arna Þyri kom með hann hratt tilbaka, kom vörnin óvart. Fínasta skotfæri. Já, guldspjald á Helgu Lúðvíku. Frábær gabbreiðing á Valgerði Arnalds. Alls óskild Eyþóri Arnalds að mér vitandi. Já, fara hérna í innleysu frá horni og færa sig vel. Já. Já, þetta er erfitt, þetta er þvingað hjá. Já, bara róa stelpur. Það liggur ekkert á, fá bara góð og svo. Þessi vörn á Víking er að sjá vel við Yllinsingum fram stúlkna. Já, þetta er einhvers staðar væri þetta 2 mínútna brottvísun. Þeir mátu það svo var ekki. Frábær finta hjá Auði Brynju. Lenti hérna á báðum og tók snögga fintu tilbaka. Góð sprengja í þessu. Staðan 3-0 eftir rúmar 6 mínútur hérna. Já, Svala Júlía með virkilega góða rykkingu. Valgerður, þetta var ekki nógu góð sending hjá henni. Já, þetta er réttur dómur. Já, draga hérna vel frá fyrir Tinnu Valgerði. Tinna Valgerði getur vel skotið á markið. Hún er fína skotendi og alveg drauma byrjun hérna á Víking.
Já, Elín Helga kemur hérna inn. Sigurlaug óheppin. Vel gert hjá Auði, hoppaði upp og ógnaði skoti, komið hann hratt tilbaka niður í horn. Sigurlaug, hún nýtir teginn alltaf vel en var einfaldlega bara óheppin með skotið hérna. Já. Auður Brynja las þetta. Góð miðjuinnleysing hjá Elínu Ásu og góð rykking hjá Svölu, mjög vel tímasett. Svala algjör lykilmaður í þessu liði, það er bara, ég sé það strax. Já, hendi komin upp. Góð vörn hjá Helgu Lúðvíku. Og það er einfaldlega ekki dæmt á þetta. Dómararnir leyfa mikla hörku. Leyfa mikla hörku hérna í kvöld. Já, Arna Þyrí dregur frá fyrir Ester. Já, Ester skila hana vel niður í horn en Elín Helga óheppin. Og Svala Júlía Gunnarsdóttir kláraði þarna örugglega. Eins og ég sagði hann, Svala hefur verið að skora mikið með frammiðu í vetur og er náttúrulega í aðalhópi aðaliðsins. Hún er ekki bara öflugur leikmaður heldur er að gera mjög góða hluti í yngri flokka þjálfun hjá Fram og er kennarnemi líka. Það eru vægast sagt frábæra fréttir fyrir skólakerfið hérna á Íslandi að fá svona frábæra manneskju og öfluga stelpu inn í þá stétt. Og Auður, Auður hefði mátt fara aðeins framar. Og aftur skorar Svala Júlía með frábært mark hérna. Skýtur í gólfið gegnum klofið á markmannum. Anna Vala átti ekki rönd við reist. Þá er Helga Lúðvíka komin inn á, Ester komin hérna vinstra megin, Auður Brynja fær smá andrými til þess að átta sig aðeins að, já, frábærlega spilað. Ester Inga sótti hérna á þristinn, kom með boltan yfir. Já, Svala Júlía með þriðja markið sitt í röð og framliðið er svona að virðist vera að vakna eftir torsótta byrjun og þurfum við bara áfram að nýta okkur þessa glöfur í vörninni hjá Framstelpum. Sækja undir sendirinn og glæsilega gert hjá Ester. Ester virkilega kvik í báðar áttir með góða fintur. Já, það leysir Elín Ása inn. Mummi er mikið að fara í 4-2 með 2 línur sem er bara ósköp eðlilegt á móti 5-1 vörn. Búa til vitlausa talningu í vörninni. Já. Það þurfa að leysa þetta eitthvað betur. Þetta var allt auðvelt fyrir Framstelpurnar.
Þetta eru náttúrulega stelpur í Fram sem hafa margar hverjar verið að vinna titla í yngri flokkum. Arnar Þyri þarf að koma sér inn í leikinn. Já, vel gert, Ester. Áfram. Ekki drip, strax boltan yfir. Og svo strax í hina áttina yfir. Já, og hornið. Virkilega vel spilað. Þetta er málið, stelpur. Færa boltan, hratt á milli. Þarna hefði Helga Lúðvík að geta fiskað ruðning. En eins og segi, þetta er málið. Minnka niðurstungur. Spila breytt, fjölga sendingunum. Þá koma opnanir og koma glöfur. Já, þetta er vörnin algjörlega sofandi. Hún bara hreinlega labbaði í gegn, hún Tinna Valgerður. Þá sýnist mér eins og Lára Ívarsdóttir sé að koma inn á línuna. Lára kom til liðsins frá Aftureldingu núna í haust og er ennþá í 3. flokki. Bara frábært að styrkja breytina og hjálpa 3. flokknum. Áfram, spila, hraðara spil, stelpur. Láta boltan flæða, teygja á vörðinni. Hornið sigurlauglaust. Virkilega vel gert hjá Ester Ingu. Hún er góð í að finna glöfur. Þá kemur Írena Björk Ómarsdóttir út af og Ingunn María Brynjarsdóttir freista þess að verja þetta vítakast. En Arnar Þyri mjög örugg. Írena kemur síðan aftur inn á 7-4, 14 mínútur búnar. Ég er pínu ágjur á, já, nú fer Fram aftur í 4-2. Við þurfum einhvern veginn að, já. Pínu ágjur á varnarleiknum. Þetta er svolítið götótt og slitrótt. Sóknarleikurinn í fínu lagi. Við þurfum einhvern veginn að finna. Við þurfum að stoppa þennan leika varnarlega. Tó Framliðið sé nú bara búin að skora 4 mörk á rúmi 15 mínútum. Já, Arnar Þyri kallar kerfi 6. Ég sé Einar Jónsson, þjálfari meistaraflokks karla, komin í hús með syni sínum. Einar toppmaður og góður þjálfari. Hefur lifað og hræst í þessari hreyfingu í langa tíma. Já, áfram yfir og Ester sagt á. Já, Sigurlaugin opinn, vegum innkast. Já, frábær finta hjá Helgu Lúðvíku. Gaman að sjá hvað stelpur eins og Ester Inga og Helga Lúðvíka upp alla yngri flokka hérna á okkur í Víking er að bæta sig mikið jafnt og þétt. Það gerist yfirleitt þegar leikmenn fá traust og tíma og spilmínútur. Ég sé að Auður Brynja komin inn í bakkarann vartanlega. Það er vantarlega að fara í 2 línur. Já,
Frábær vörn hjá Auði Brynju. Engin vettlingatök þarna. 8-5. Það fari 2 vinstri. Þetta var einfallega slök sendingi á Tinnu Valgerði. Þetta er einfallega átt að senda þessa gólsendingu miklu framar. Já, þetta er, ég líst vel á þetta að fá Örnu aðeins vinstra megin. Þá er hún ekki með senterinn alveg hún í sér. Þá getur hún aðeins testað Tinnu Valgerði. Ég vil sjá bara Örnu fara svolítið í skot yfir hana eða fara milli 1 og 2 og vinna með Sillu í horninu. Ég veit að Arna Þyri hefur reyndar verið að glíma við eymsli í öxl. Og þetta er glæsilega gert hjá Ester Ingu. Og þá er það Margrét Castillo sem skorar hérna örugglega fyrir nú hægra horninu. Mummi Fúsa ekki sáttur með Guðbjörn Óla. Er að gefa honum vítakast og eftir einfallega spurning hvort það sé ekki svæm mínúti straffe. Nei. Bakrendingin. En Írena ver. Spurning hvort að Arna Þyri hefur getað einfallega bara vippað yfir Írenu og svolítið framalega. Já, Helga, nú þarf það að fara út. Já. Draga þarna vel frá og Tinna Valgerður mætir hérna vel á bolta, fer upp á aðeins inn á miðju með gott mark. 9-7, við þurfum bara, það er ekkert óðagott, bara gefa okkur góðan tíma í sóknina og að nú er framfari í 6-0. Skynsalegt hjá Mumma, enda ekki kannski mikil skotóknun hjá fyrir utan hjá okkur. Já, Siffi og Andri Berg fara í timeout. Spurning hvort Auður Brynja fari ekki að koma inn á. Hún er okkar helsta skytta, sérstaklega liðið kom í pöttu flatta 6-0 vörn. Gæti trúa að við gætum átt í erfiðleikum með að skora eitthvað á næstu. Vigdís Jóhannsdóttir hérna komin klár með kústinn. Formaður deildarinnar. Hörkudugleg hún Vigdís hefur komið inn í deildina með fítons krafti. Og er hérna nánast öllum stundum. Já, þetta verður svona fróðlegt að sjá. Nú er eins og sé að Mummi Fúsa er komin inn í 6-0. Já, Auður komin inn á. Ég væri einfallega bara til að sjá Júgga vinstri eða bara nei, herru, þær fara aftur í 5-1.
það Mummi klókur, sér að Auður komin inn á þá. Að sjálfsögðu Arna Þyrí. Hún verður að gera meira af þessu. Ég veit að hún búin að vera eitthvað slæm í öxlinni en við verðum bara að fá 6-8 skot frá henni í leik sko, að minnsta kosti. Bara við erum ekki það ekki það mikið breytt hérna fyrir utan. Anna Vala Axelsdóttir með frábæra vörslu 10-7. Nú fara þær aftur í 6-0. Mummi bara hérna breytir varnarleik alveg bara hægri vinstri. Já, náði hornið og boltinni og vinna með horninu. Áfram og Auður svo upp. Auður upp. Kemur óöppin. Frábær sending hjá Írenu Ómas á Margrét Castillo. Margrét með sitt annað mark. Já, Ástrós Birta komin aftur inn á. Stóð sér frábærlega í síðasta leik. Já, og hornið áfram. Vítakast, dómari. Þetta víti og ekkert annað. Svala Júlía Gunnarsdóttir með sitt 4. mark í kvöld. Hún ótrúlega lungin að lesa leikinn. Í þessari seinni bylgju þá rétti hún upp höndina og gaf til kynna að hún væri laus. Fór síðan í hljóp undir bakkarann þar sem hún var dauðafrí. Já, það spurning með þessar hringengjur hérna, þetta ágætt en hitt var að virka en ágætt að brjóta þetta þessu upp en svona þessi einfaldi leikur, einfalda spil var að ganga upp á hann. Enn á ný skorar Svala Júlía. Hún bara í algjörum ólís klassa hérna. Tíu, já, fara áfram að ná í hornið. Áfram, láta bolta vinna, stelpur. Arna, frábært. Hann var aðeins og fljótur að flauta að mínum mati. Glæsilegt. Auður Brynja í gólfveginn. Það oft svo erfitt fyrir markmenn að reikna þessa bolta sem fara í gólfið og inn. Ástrós Birta óöppin hérna lendir aðeins og eftir Tinnu Valgerði. Það er gaman að sjá hvað framstelpuna gera 6-5. Kæmi ekkert óvart ef það myndi enda með sendingu inn á línu, inn á Svölu. Já, þetta svona, já. Já, það reyndu að sjá Sillu og hún alveg frí hérna á hótunum. Nei, það hefði verið erfitt og tæft. Já.
Nei. Já, ég er sammála. Leifin að klára. Valgerður Arnalds í stökustu vandræðum með Ester hérna. Já, þetta er vítakast og 2 mínútna brottvísun. Ekkert annað. Tinna Valgerður. Að þessi kraftur í Auði-Brynju. Hún bara vippaði yfir hennar þarna. Vippaði yfir hennar. Jæja, ok. Frábært mark. Tólf 10. Já. Mummi tekur Írenu og setur Dagmar Pálsdóttur inn á. Örfend. Já, takturinn og tímasetningar er ekki. Já, en Elín Ása óöppin hérna skýtur í stöngina. Já, nú erum við einu fleiri. Nú þarf bara að fá gott mark, góða sókn og gott mark. Já, flott. Svo endar boltinn vantarlega yfir í hægra horninu. Yes. Elín Helga. Þetta er frábærlega útfært. Gott að nýta yfirtöluna vel. Þetta er kerfi sem hefur gefið stelpunum alveg mikið í undanfættu leikjum. Dagmar, hún er svolítið tæp á skrefunum. Og Svala Júlía bregst bóðalistinn hana. Fyrsta skotið sem hún Já, og Elín Helga núna. Já, róleg. Já, nei, ekkert að vera róleg. Ekkert að hlusta á mig. Ég tek þetta tilbaka. Það var engin markmaður í markinu sem mér yfirsást. 14-10. Virkilega góða kafli og gaman að sjá stelpurnar hérna bros út af eyrum með frábæra líkastjáningu. Ok, held að stelpunum líður vel og eru í góðu jafnvægi núna. Mummi leggur að ráðin hérna. Mummi afar marg reyndur og margsildur þjálfari, starfa hjá fullt af félögum og gert góða hluti. Alls staðar þar sem hann hefur verið. Uppalinn Gróttumaður. Já, þetta er fast með skref á Tinnu Valgerði, fór í 4. skrefi og Svala örugglega með heldur uppteknum hætti. Hún hefur ekki mikið fyrir þessu hérna á línunni. Alveg spurning hvort að hún þurfi ekki að fara að fá að spila bara reglulega í ólistildinni. Það er erfitt í fram, það sem Emma Olsson og svo Steinunn Björnsdóttir að koma úr meiðslum.
Já. Já, hann búið með skrefin. Já, þetta bara réttu dómur. Sigurlaug varðist þarna inn í teig. Og þá fer Tinna Valgerður á punktinn. Og Anna Vala í boltanum. Óöppina. Óöppina verður ekki. Já, gamaldags tricks, svona 90s tricks hérna hjá frömmurum að voru að fá leikmann inn á sem reyndi síðan að komast inn í sendingu. Maður sá þetta mikið hérna árum áður, þetta svona lítið þetta í dag. Alltaf gaman samt. Já. Já, ég skil Mumma, það eru bara hérna nokkra sekundur eftir að fyrri hálfleik. Þetta átti alltaf að vera vítakast. Mummi ósáttur. Tinna Valgerður hérna kemur ekkert óvart, hún myndi bara skora hreinlega. Nei, 14-12 í hálfleik. Mjög spennandi seinni hálfleikur framundan og verður gaman að sjá hvernig þetta þróast, en við komum að vörmu spori.
bara dregur út af laununum. Jæja, þá er seinni hálfleikur hafinn hérna. 14-12. Framkomið í 6-0 vörn. Arna Þyri fær hérna smá bríðar. Já, boltinn farinn. Það var ekki mikill afgangur af þessu. Já, virkilega vel spilað. Elín Ása finnur hérna Sölu vel, góð samvinna þeirra á milli. Elín Ása með gott auga og Svala örugglega með sitt 7. markið í kvöld. Algjör ólýsteldar framistæðu henni, engin spurning. Já, Kæra á vinstri, svo vil ég fá boltan yfir stelpur. Já, aftur Auði. Já, ok. Eigum innkast. Þetta er ekki ásetningur hjá Sigurlaugu. Það eru allir í þessari aðstöðu, þá eru allir bara að reyna að skora eðli málsins samkvæmt. Höfuðhöggum hefur fjölgað mjög undanfarin ár í Auður kemur þetta miðina. Siffi kallar kerfi 6 á Kæra vinstri. Svo vil ég fá boltan á aftur Auði. Glæsilegt. Ef enginn fer út í Auði Brynju. Já, þetta er aukakast. Já, ég skil. Guðmund Árna Sigfússon þjálfar fram mjög vel hérna. Þetta er ekkert annað en aukakast. En eins og sé, þetta er ungir dómarar þeir eru bara að byrja og bara frábært að þeir séu komnir inn í stéttina og þeir munu bara bæta sig en þá meira jafnt og þétt eins og leikmenn og þjálfar að stefna að því að gera alla daga. Það er engin undantekning með dómara í þar af lútandi. Já, Silla kemur hérna inn, nei, hún næri hérna, já. Glæsilegt, Auður Brynja. Hún geislar einfallega sjálfstraustið stelpan. Auður Ómarsdóttir komin hérna í bakkarann. Komin í Þetta var frábær gabbreifing hjá Valgerði Arnalds en Anna Vala sá heldur betur við henni og Anna Vala bara búin að spila vel hérna í kvöld alveg eins og í síðasta leik. Fjarveru Emilíu Daggar, Emilía sem fekk höfuðhögg og daginn og svona að jafna sig að því. Já, boltan yfir á Helgu, Helga sekt á og upp með sjálfsögðu Auður Brynja heldur uppteknum hætti. Já, framliði heldur áfram að draga vel frá. Tinna Valgerður fekk mikið pláss og næstu komin í gegn og
Svala Júlía með þessar rykkingar sínar á hárréttum tímapunktum og frábær sending líka inn á hana. (17-14) rúma 5 mínútur búin að seinni hálfleik hérna. Já, þolinmóður aftur yfir, fá hann yfir á Helgu og Helga leiðast það, fara í árás. Já. Já, flott og boltan strax yfir. Það kemur Helga, hún var einfaldlega að skjóta, hendi hann komin upp. Svala Júlía með enn eina rykkinguna og hún grípur einfaldlega allt og með, bara með eitt klikkaskot hérna í kvöld. 17-15, við erum með þetta í okkar hendi en þetta er fljótt að breytast. Vera agaðar áfram. Arna Þyri komin inn að það er flott. Já, og klift hana. Áfram. Arna sagt á. Og í gegn Sigurlaug. Glæsilegt. Frábær skotfeik finta hjá Örnu Þyri. Losa hann síðan með vinstri hendi að hann í vinstra horn og Silla nýtti sér þetta vel. 18-15. Já. Já. Margrét Castillo fer hérna inn á horninu en Anna Vala sá við henni. Auður Brynja fær hérna smá andrými, aðeins að anda, kasta mæðunni, mæða hérna mikið á henni undanfarnum sóknum. Gott að eiga henni inni hérna á eftir. Já, áfram, losa og óuppinn. Arna Þyri óuppinn og Margrét Castillo skorar hérna úr hraðalöpi. Anna Vala aðeins í boltanum. Ástrós Birta Birgisdóttir með frábært mark. Kæró vinstri, hún skaut bara hérna upp úr Kæróinu. Þetta er sjaldgæft að þetta gerist en afar gaman að sjá þetta. Já, Elín Ása fiskar hérna vítakast, þetta er bara hárrétt. Elín Ása, ólsegur leikmaður. Hvort hún sé ekki dóttir Bjarna Formans. Handkast til þetta fram. Ég er ekki frá því. Já, þetta
var nú gott fyrir okkur að fá ekki mark úr þessu vítakasti. Framara 19-16, 20 mínútur eftir. Mikil vel spilað, virkilega vel spilað hjá Víkingstelpum. Boltinn fekk að flæða vel. Alla tóku 3 skref með boltan, enga niðurstungur. Síðan var losað út í horn á hárinn tíma. Það er greinlegt að handbragð Siffa er farið að sjást á liðinu hérna. Liðið er að bæta sig mikið, mikla framfarir í gangi, gaman að sjá þetta á Tinna Valgerður með frábæra snúningsvindu með gott mark. Það er nóg eftir að þessu. Auðvitað er gleði og jákvæðni núna, en það getur margt gerst á þessum 20 mínútum. Við þurfum að einhvern veginn að halda í þessa skynsemi og aga, ekki fara fram úr okkur. Já, Guðbjörn, Guðmundur Árni Sigfússon, ekki alls kostar ánægður. Talar hérna við Kristján Sissa Halldórsson, eftirlitsmann, laumar á honum. Þeir eru nú gamli félagar og Gróttu. Alla leiðast er. Já, hún var ekki langt frá því að fá vítakast, en þetta er nú aukakasti réttu dómur. Hendi kominu upp. Nú er gott að hafa Auði Brynju til þess að negla markið. Arna Þyri lyfti sér upp og með frábært mark. Þetta var afar mikilvægt. Komast 4 mörkum yfir. Já. Frábær tjekka-hreyfingarna, tjekka-samvinna á milli Valgerðar og Elínu Ásu. Alltaf gaman að sjá gamaldags tjekka-fæslu, eða tjekka-hreyfingu, þar sem að miðjumaður kemur fyrir aftan skyttuna. En Elisabeth Ósk Ingvarsdóttir, hún brást þetta bóðalistin í vinstra horninu. Já, Kær á venstri og áfram. Auður Brynja með stórkostlega yfirhandafintu eða pólska fintan eins og hann kallu. En oft talað um þetta. Alfred Kalusinski, pólverinn, fann upp á svo sinn tíma, segir Guðjón Guðmundsson, og ekki lígur hann neinu með svona staðreyndir. 22-17. Og Auður Brynja, boltinn leikur inn. Ingunn María átti nú að verja þennan, en Svali Júlía með gott mark. Já, nú fer framlið í 5-1 vörn. Aðeins að mölva þetta upp. Já,
Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir með frábært mark og Svala Júlía skorar. Korter eftir 24-19. Aftur á Arnu, nei, sleppt, ekki brjóta. Ok. Valgerður Arnalds. Smá samskiptaleysi hérna og smá misskilningur. Klaufalegt. Eigum ekki glæsilegt mark hjá Ástrósu Birtu. Þetta var nú bara eins og Róbert Gunnarsson gerði hérna árum áður. En framstelpurnar mjög fljótar að svara hæl. Guðmundur Árni Sigfússon Fox illur hér með þennan vítakastóm. Alveg Fox illur. Kristján Halldórsson eftirlitsmaður lætur hann vita að lætur dómara vita að Guðbjörn gefur honum hérna gult spjald. Þetta kannski kveikir í framstelpunum. Það koma með hérna einhvern svakalegan endarsprett síðustu ekki kannski endarsprett, síðasta lokakaflan hérna, ég veit það ekki, en Guðmundur Árni hefur eitthvað til síns máls hérna í þessum dómi að mínum mati. Svala Júlía hún heldur uppteknum hætti. Já. Já. Ester Inga kvik sem fyrr og Ungur María ver hérna vítakasti frá Örnu Þyrí. 26-22, 12 mínútur eftir. Fram gæti vel jafna þetta hérna næstu 5-6 mínútum. Ég algjörlega sannfærður það. Þetta eins og ég segi, fljótt að gerast. En það nóg eftir. Já, nú fer framliði í 5+1 vörn á yfirbrynu, en Ester með frábært mark. Ótrúlega góð gafbreyting.
Gamla tvöfaldafintan eins og að köllu á Akureyri hérna í gamla daga. Og Svala Júlía. Já, það er ekkert annað hægt að dæma en 2 mínútna brottvísun. Auður Brynja aðeins og harðhent hérna. 3 marka munur, við erum einu færri. Við nú þurfum að fá fríköst og éta aðeins klukkuna. Nei. Við erum að fara allt of snemma í færið. Og Valgerður Arnalds minkar í 2. Já, nú þurfa stelpurnar að halda ró og vera með kaldan haus. Já, mér finnst nú bara skrítið að Mummi taki hreinlega ekki bara eina umferð, einu fleiri. Nei, ég segi svona það er eina mörgum leiðum í þessu. Og lossaðu. Fínt. Bara boltan yfir, fá fríköst, hendi komin upp. Og skjóttu Helga. Já, alla leið. Þetta var gífurlega mikilvægt að fá þetta vítakast og nú þarf Arna Þyri gjöra svo vel að skora úr þessu vítakasti. Glæsilegt, 28-25. Siffi hérna Ástrós kemur aftur inn, kemur inn á. Auður Brynja situr aðeins lengur. Andri Berg lætur vel í sér heyra hérna. Ótrúlega ánægður með hann er aðstoðarþjálfari í meistaralok karla og er að hjálpa meistaralok kvenna hérna. Þetta er skref á Tinnu Valgerði. Lendi hérna á báðum, tók 1 auka skref. Þetta er bara réttur dómur. Já. Að sjálfsögðu Arna Þyri Ólafsdóttir. Hún er frábær skot á gólfinu. Ákaflega mikilvægt að fá þetta mark. 29-25, 7,5 mínútur eftir. Þetta mark gæti reynst afar dýrmætt og dýrmætt er uppistæðið. Já, Valgerður með góða fintu. Framstelpur heldur betur ekkert búin að gefast upp. Þetta 7 mínútur eftir og kannski vantar þeim svona
einn reynslu mikið leikmann. Þetta eru frekar ungar stelpur hjá þeim. Þetta er náttúrulega ölið fram, þannig að já, góð hjálpaverðni á Svölu Júlíu. Tinna Valgerður líka stóð hérna vaktina vel varnarlega. Þetta er bara rétt, það er ekkert á þetta. Þetta er bara erfitt skot og þröngri stöðu. Góð vörn hjá Helgu Lúðvíku. Já, lítið að gerast hjá framstúlkum. Já, Ester snögg hérna í hjálpavörðina. Virkilega góð hjálpavörð. Hendi góðinu upp, það er að fá skot hérna. Tinna Valgerður líklegast að fara. Nei, æja stelpur, bara róa núna. 3 mörkum yfir, 5 mínútur eftir. Fá bara mínútu sókn helst. Já, Siffi tekur leikli. Já, verður áhugavert að sjá síðustu 5 mínútur leiksins hvernig þetta spilast og þróast. En eins og segi ég kalla eftir því að við fáum helst mínútu sókn og við pössum boltan vel og fáum nokkuð fríkost og endum með marki. Ef við fáum 45 til 60 sekúndna sókn og klárum með marki þá gætum við farið langleiðina með þetta. Já, Kæró vinstri, Arna þeirri, já, róleg. Já, Auður Brynja. Hún lítur að vera bara með 10 mörk hérna í kvöld eða eitthvað. Já, vitlaust talning hérna varnarlega. Smá misskilningur, 4 mínútur eftir. 30-27. Já, bara rólega stelpur. Ekkert að fara í árásir alveg strax. Það er Kæró vinstri aftur. Já, sendirinn eldir hérna. Glæsilegt hjá Helgu Lúðvíku. Og frábær gafbreyting Valgerðar Arnalds eftir flotta þversendingu frá Tinnu Valgerði. Frá skyttu yfir skyttu.
3 mínútur eftir, 31-28. Þetta er áfram svona, þetta er ekki alveg komið, en við erum að fá 1 mark í viðbót. Þetta var Ástrós heppin, kannski á 4. skrefi, en fekk fríkastið. Já, bara Arna, skjóttu bara, skjóttu. Að sjálfsögðu Arna Þyrí Ólafsdóttir, þá er þetta svona, þá erum við eins og segðan, þá erum við langleiðin að koma með þennan sigur. Nei, þetta var algjör óþarfi að fá þetta mark á sig. Nei, stelpur, rólega bara, rólegar. Bara kasta á milli, vandasendingar, ekki inn einar árásir strax. Já, hérna var heppnin aðeins með okkur í hérna ef ég var að dæma hana leik, hafi ég sleppt þessu aukakasti. Bara gaman að sjá stöðun á Víkisliðinu. Þetta er væntanlega 3. sigur liðsins í deildinni og liðið á góðri siglingu er bara jafnt og þétt að bæta sig. Eins og gerist þegar leikmenn og þjálfarar vinna vel í hlutunum. Ester, já. Já, þetta var, fórum aðeins og snemma í árás. Já, Elín Ása Bjarnadóttir fer hérna fyrsta vítakast og Ester Inga 2 mínútna brottvísun, mínúta eftir. Við erum einu færri í þessa mínútu og Anna Vala með frábæra vörslu. Þá er þetta náttúrulega, segir sig sjálft, endanlega komið 50 sekúndur eftir. Nú þarf að hreyfa sig á bolta og taka 3 skref með boltan og koma honum á réttan stað. Passa að láta ekki stela boltanum frá sér. Já, þetta er bara í góðu lagi, fá fríköst. Stórt og mikið hrósa á Víkingstelpurnar að klára hana leik í kvöld. Elín Helga ekkert á þetta. Já, 32-30 og þetta er að fjara út hérna. Og þær fagna hérna ógurlega. Víkingstelpur mega svo sannarlega að gera það. Og
eru bara á góðum stað, halda áfram sinni uppbyggingu og eru í uppbyggingar fasa. Sigfús Páll Sigfússon gera góða hluti og það er gaman að sjá hvernig liða á næstu árum. Það verður bara, held ég, ennþá frekari uppbygging á komandi árum og missurum. En við bara þökkum fyrir útsendingun í kvöld. Það er leikur eftir viku í Ólistild karla. Þá er það Haukamenn sem kom í heimsókn. Það verður bara mjög forvitnilegur leikur. Vigdís Jóhannsdóttir formaður gengur hérna milli leikmanna og segir hún og nei, ég segir svona en við þökkum bara fyrir útsendingur í kvöld og þökkum þeir sem að horfa á. Það er alltaf dágóðu slatti af áhorfendum hvort sem er kallaði kvennaleikir og það er bara ánægilegt. En já, við þökkum bara fyrir útsendingur í kvöld og áfram Víkingur.